Arnar Freyr Frostason, faðir, móðir, rappari, eiginmaður, systir, nei ekki systir, bróðir, sonur, frændi, mágur, fyrirmynd, klárlega fyrirmynd, bakkari, eiliga bakkari og hljóðbókalesari, brandarakall, frábær náungi, fyrrverandi podcastamæðlumur, vinur, góðu vinur, óvinur einhvers, nafni, vá, næstuði nafni minn og því heiti Þeir og hann heiti Freyr. Ekki? Að varstu búin að heyra sorglegu fréttunar með Arnar að hann á ekki afmæli í ár? Ha? Hvað þá? Hvað? Hann bara mun ekki eiga afmæli í ár. Hvað? Varstu hvað hann dáinn eða hvað neyja? Nei, hann fættur að hlaupa ári, sko. Þannig að hann eigi afmæli eftir 2 ár. Wow. Ég var búin að glemma. Ég var að spáða okkur þetta svona sorglið afmæli. Byrju, ég ætla að ræða þetta lag eftir fannst. Herru, en það er komið að því að tilkynna það sem var frekar óljóst í frekar... Óps. Ok, komið að ég að tilkynna það. Vilt þú fá áks snurna? Já, hérna. Já, ég bara vona að koma ekki eitthvað Godzilla hljóður sitt í. Ég maður með að tala minni sitt í. Já, hana. Það sem ég ætla að segja er komið að ég að tilkynna sem að lá í loftinu og fólk aðeins fara að spyrjast fyrir en það var bara svo óljóst tíma en Arnars er hættur í podcastalunum og er farin að sinna öðrum verkefnum. Við vissum þetta svo sem búin að vita því smá tíma. Smá tíma, já. Nei, þetta var óljóst. Það var við vorum aðeins að finna út á hlutum og það var ekki tími fyrir nú að auglýsa þetta og við viljum líka taka fram að Arnar Freyr góð. Ain't no beef. Ain't no beef. Og hann er ekki dáinn, bara til að fyrirbyggja allan misskilning þá hann er bara alive and well og já, og ég menn hann var líka í seriósauðlýsingudaginn og ég held að hann hafi bara verið að klippa ykkur hljóðbók morgun og já, ég þekki hann rétt og hann er örugglega búinn að fá sér kaffi sitt. Hann er búinn að fá sér kaffi hann vaknaði fyrir svona, veistu, við náttúrulega eigum ekki að tala tíma hérna, en hann vaknaði fyrir mörgum klukkutímum. Og örugglega eitthvað svona, hann var örugglega eitthvað að lendi ykkur, þú veist. Að ég segi hvað ég held hans ég, ok, halda frá. Ég sá bara fyrir mér að stelpan hans kúka á sig eða eitthvað þannig og hann svona þurfti að vesast í því í morgun og að gera bönsa hlutum. Er það ekki svolítið on-brand fyrir Arnar? Ég held að sé on-brand fyrir alla sem eiga börn. Vá, ég held að sé on-brand fyrir alla sem eiga börn. Það er bara svo miðill bara. Vá, þurftur ekki að borða og skipta kúkablöð. Ég reyndi að skipta ekki kúkablöð hvernig degi því ég á líka maka og ég er smá svona... En hefur eitt sem verið bara svona ég gerði bara morgun? Nei, alls ekki. Af því þá ætti ef einhver er að fersta kúkablöði fram til morguns þá að taka barnið af þeirri manneskju. En ég hef alveg átt svona mómenta sem að einhver kallar búinn og ég er að klára vídeos og það er 1 mínúta eftir, skilur? Já, ok. Það er meira human en ég held. En nei, það brennur allt og ímyndaði líka bara hvað. Sko, börn hafa samt ekki sens fyrir því hvað viðbjóðslegt er. Það þarf að kenna þeim hvað viðbjóður er. Eins og með kúk. Er það? Já, það þarf að kenna þeim, ég veit ekki... Þú er ekkert að borða kúk, bara nei, jú, bara þú, veistu hvernig njálgur smittast? Það er ekki alltaf með að borða kúk? Nei, ekki borða kúk, en það er alltaf putt í rass
klóra rass. Ég meina fullur fólk að setja putt í rass, skilur við? Já, og miklu meira, og fullur fólk líka miklu meira að ásettu ráði að setja putt í rass. Já, þú meinar. Nei, ég er samt að segja það er samt alveg mikill viðbjóður. Að þú veist, það að klóra sér í rassinum og klóra sér síðan óvart í munnunum versus að fullorðnir eru að sleikja raskutin á hvort það eru, skilur, það er viðbjóður. Þannig að já, við getum ekki skrifað þetta alfarið á, það er ekki að skrifa njálginn alfarið á börn. Ég ætla að gera það, veist, að þau væru eina liði sem væri að, veist, já. Djöfull, ég held að, þetta er auðvitað 50 áttur sem við tölum eitthvað aðeins njálg. Í röð? Nei, þetta er ekkert svo slæmt og ég er alveg til að taka þessu umræði. Við þurfum ekki lengri í það, held ég. Okay. Ég er búin að segja svo mörgum trompet ógis söguna og það er allir bara nöp. Þetta er ógistasta sem ég hef heyrt líka. Þetta er ógistasta sem ég hef heyrt. Það er einhver þáttur, hvað hann heitir? Ég veit ekki, þið getur tjekka á honum. Einhver staðar töluðum við njálg og trompet og eitthvað viðbjöð. Það er nefnilega gaman að minnst á. Það er síðasti þátturinn hans Arnars. Það er síðasti þátturinn hans Arnars. Já, þannig að Google it. Já, en við bara sendum kæra kveðju á Arnar Freyr og skorum á Arnar Freyr að koma sem gestur við fyrsta tækifæri. Já, maður, það var ekki ekki. En mér langar aðeins að ræða þetta lag sem ég var að spila. Drottin heyr mínum bæna eitthvað. Nei. Hvað? Jú, ég veit ekki hvað hlæja er eins og ég sé eitthvað það er ekkert eitthvað stúpid að þér að hafa haldið eitthvað. Hér er önnur útgáfa, Björgvin Halldórsson. Er þetta ekki heyr mínum bæna? Nei, hvað heitir þetta? Nei, þetta heitir Drottin er minn hirðir. Já. Þetta er spilað í öllum jarðarförum sem ég fyrir í. Ok, býtu. Hlustum aðeins fyrst og síðan ætla ég að ræða. Þú getur fundið textan og sett hann upp á skjá. Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðist njóta. Ok, þetta er allt í lagi fram með þessu. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal. Síðan kemur eftir smástund hluturinn sem að minnst alltaf weird, sko. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu. Ok, þetta er kafli sem ég vildi fara aðeins yfir. Af hverju er kirkjan svona ógeðslega fucking lúðaleg stofnun? Sko, ok, sorry, ég var að sjá... Já, farið við textan bara. Drottin er minn hirðir. Ég líka, hver skrifa hann? Jón Jóhannsson, djákni og framkvæmdastjóri Jóð verktaka. Er þetta bara einhver... Ertu vissum að þetta sé svo sem manneskja sem að söngtextast í... Ég veit ekkert hver samt þetta lag. Mér er alveg saman, sko. Já, mér sem ég líka. Já, þú veist, þetta er lag, skilurðu? Drottin er minn hirðir, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum, lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Þetta er alveg frekar svalt. Þannig er drottin bara eitthvað... Þetta er beislega að fara til himnaríkis. Right. Jú, eða þú veist... Drottin hann er hirðirinn fyrir fólk sem er að fara á þessar plánum. En ef þetta væri að gerast á jörðinni, þá var þetta frekar nett. Ég var alveg til í að einhver myndi leiða mig að grænum hól og vatni og værum að chilla þar. Skilur við? Hei, talað frá konu þeirna? Já, ég veit það. En þú veist, hún er minn hirðir. Já. Ok, hann hressir sál mína. Það er gott. Já, hann leiði mig réttan veg fyrir sakir nafns míns. Jafnvel þótt ég fara dimmandal, óttast ég ekkert dílt því hann er hjá mér. Og þetta er basically, þú veist... To walk to the valley of the shadow of... Er þetta ekki það? Jú, en líka bara, maður getur farið, þó ég fara dimmandal, þó ég sé einhverju sketch í hverfum, þó ég sé einhverju sketch í vinahópum, skilur, side hustling og eitthvað svona, þá get ég samt... Treyst á Guð.
Ég get treyst á Guð. Ég Og get síðan verið kemur- geggjað að trúa svona mikið á Guð og En síðan kemur sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum og síðan finnst mér óskiljanlegt af hverju hann smyr höfuð mitt með olíu. þetta er bara eitthvað sem verktakagæðin bætt inn í. Ég er á því. Þetta er remix. Þetta var hvað get ég sett hérna? Hann eitthvað, þú smyrð Bara fatta sig á honum. Bara. Já, smyrð höfuð, þú smyrð höfuð. Getur sett hérna porn music á YouTube? Það er bara, sko, Ekki please googla porn. nei, ég ætla líka að fyrir þetta, það eru krakkar að hlusta á þetta. Er þetta ekki talað um svona 80s porn music? Jú, og ég skal ég lesa þetta fyrir þig. Ok, ég er mega til í það, ég er líka til í, ok, shit, fyrir það. Er þetta tilbúin? Hækka þess. Ó, já. Sprotið þinn og hækka þess með það. Já. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barma fullur. Sjáðu? Vá, hvað ég fílaði hérna, hvernig hún kofraði fyrsta sprotið minn. Ég rappaði þetta óvart, sko. Ég var líka ekki takt eitthvað að syngja eitthvað. Sprotið minn. Getur þú reynt að endurtaka einu sinni, fyrsta partinn? Sprotið minn og stafur hugga mig, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barma fullur. Hvað kom á þetta ræðilegt? Eða þú veist, mér finnst það að vera meiri banger fyrir jarðarföreldun hitt. Ok, hérna, væri þú til í þetta? Þú væri til í þetta version í þinni jarðarför? Ég er náttúrulega væri alltaf, ég verð bara sem svo er, ég verð alltaf að keyra bara okkur um instrumentals í jarðarförinu minni. Ég væri bara að spila bara sad song á YouTube eða eitthvað. Já, ég skilji. Þú veist, því að, sko, þessi texti, ég vil ekki að fólk sé eitthvað pæli að setja olíu á hausinn sinn og eitthvað. Það er Ég er döður, maður. ógeðslega fyndið að heyra, og þetta er smá, maður var að missa ástvin. Og svo bara, og svo bara, wow, hvað sagði hann? Olíu á hausinn? Alltaf í hvert einasta skipti sem ég hef verið í jarðarför og þetta er sungið, þá á ég alltaf smá svona moment. Það er svona, maður er bara eitthvað gráta, skilur vinum hans dáinn eða þú veist, bara amma eða bara eitthvað ömulegt, bara sorg í hámarki og þá er einhver kór alvarlegur að syngja þú smyrð höfuð mitt með olíu. Ég elska líka að það tekur svona úr momentinu bara, En hvað finnst þér að vera líka, þú veist, þetta lag var ekkert sami fyrir the club, skilur við, þetta var bara sami for the funeral home. Kannski var þetta samið fyrir the club þess tíma. Er það? Já, þegar fólk fór bara að sofa saman það, þess að fór út að sofa í staðan fyrir að skemmta sér. Ég hefur ekki séð gamla myndir af Reykjavík. Þetta var horrorbær. Það var bara eymd og langt milli húsa, bárujárn og bara svona ísilagðar sandar, stéttar og bara ógeðslega mikil drykkja, fucking ekkert sjónvarp á 50 dögum og eitthvað annað sem mátti ekki vera á miðvikudögum og bara eitthvað svona bullshit dæmi. Þú fannst náttúrulega bara eitthvað fallega gamla myndar Reykjavík. Já, en tjekkast á því, ég ætla ekki að reyna eitthvað að náður eitthvað, þú veist, við getum að skoða þetta hér, þetta er meira að svo talum, og það hér, köpum ykkur bíl, en þetta hérna, væru ekki fokki mikið til í að pröfa að geta teleportaði aftur í tíman og búm, hún mættir þarna, tekur 1 sólarhring 100%, bara 100% væri til í það. En hvað myndir þú gera, skilur við? Af því að það er svo fyndið, myndir þú fara að reyna að vera eitthvað eða myndir þú bara vilja fáið kaffibolla, fylgjast með og... Ég myndi ekki vilja koma út sem einhver time traveler, skilur. Ég væri til í að fara í gömul föt. Sástu ekki vídeo sem fannst daginn, sem var á Vís.is eða eitthvað, sem var að sýna svona gamla svipmyndir í Reykjavík? Prófa að googla bara svipmyndir í Reykjavík og svipmyndir kannski úr Reykjavík, ég veit ekki. Prófa þetta og farið í allt þarna. Fuck.
Nei, þetta var bara daginn og Er þetta ekki þetta? nei, þetta var miklu nettara vídeo. Þetta var bara eiginlega frekar sturlað. En tjekkum aðeins á þessum maður. Þetta þú veist, hvað? Nei, Tjekka, oh my god, svartu, djöðld að fyndi maður. Hitt dæmið, hérna, myndband sem sýnir mannlífið í miðborginni árið 1946. Opnaðu það. Það Varst að senda á mig eða eitthvað? Nei, bara googla, bara myndband sem sýnir mannlífið í miðborg Reykjavíkur. Myndband sem Sýnir mannlífið í Reykjavík árið 1946. Þetta er geðveikt dót. Og skróla niður í vídeóið og spila þetta. Og fyrir hlustendur og bara mælu við með því að þú komin í eitthvað bull, það ekki? Þetta ekki frelst þetta, þetta Arnarhóll eða eitthvað. Já, ok, hættum þessu. Þetta hérna... Ok, en hvað, þetta ekki bull. En ok, ég bara fascineð með gamla daga, sko. Ég væri til í að vita það sem kom með mest óvart, þegar ég var að horfa á þetta vídeo sem ég sá á daginn og vísið eitthvað, það er allir svo fínir alltaf. Það ekkert annað að gera. Það er allir svo fínir, það er allir svona vel til hafðir, en það er svona, veist, gaurar allir eins, pýr flestar eins, svona, dálítið type of dæmi. Hafði ekkert annað að gera, hafði örgulega fullt af hlutum að gera, sko, en það má ekki gleyma því þó þetta sé svona á yfirborðinu hafði það lúkað ógeðslega næs, þá var þetta bara hræðilegir, veist, í samhengi við okkar tíma er þetta hræðilegi tímar. Já, en ég held að sé líka fullt við þá sem er ekki í dag. Þú veist, þá er ég að tala ímyndaði bara róina yfir öllum, hvað var allir, þó að það hefur verið slæmt og bla bla, en þú veist, þá náttúrulega adaptar fólk svo ógeðslega fljótt. Það heldur að hafa ekki verið rólegra, bara yfir öllum. Já, guð. Heldur að, ímyndaðar áriðið, þeir voru ekki, þau voru ekki meitt síma í bænum. Vinna mikið þannig. Fólk var að vinna mikið, fólk var bara að vinna. En má ekki deilum það að það sé einhvers konar form af vinnu, að vera alltaf í símónum og svara allum þessum tölvupóstum og 100% og ég meira þess að hef sagt í þessum þætti og tala reglulega ástæðan fyrir ég held að við séum að sá svona mikið af kulnun í starfi, held ég að sé beintengt við að þú sést alltaf beintengdur eitthvað. Ég held að sé 100% það að þegar þú ferð heim úr vinnunni, að ertu ennþá í vinnunni og þú þekkir þetta, þú vinnur þannig vinnu að þegar þú kemur heim þá er fólk samt ennþá að senda þér hei, hvernig er að mæta morgun og ég klippa þetta og þegar fólk er beintengt allan fucking daginn og maður fær aldrei frí ég var að vinna í gær komin í smá verkefnavinnu sem ég ætla ekki að fara í dítilað en allavega ætlaði samt að vera búin að segja mér það ég segir þetta smá verkefnavinnu og sem þýðir að ég var að vakna klukkan 8 og fara inn tölvuna og ég var að leggja og því ég hef líka gefið út nýtt lag sem kom út í gær. Já, geggilega, ánægð með það. Og ég var í tölvunni frá 8 til 10 kvöldi, cirka, þú veist, þó ég hef tekið pásur hér og þar, aðeins. Og það var bara fucked up, skilur, maður er bara svo þreyttur andlega og líkamlega og búinn á því eftir daginn og það er svo fyndið hvað maður er farin að vera eitthvað, ég var ekki með neitt screen time í símanum en ég var svona screen time í tölvunni eins og motherfucker yfir daginn, skilur þú? En hver er þá að klokka fleiri tíma, skilur þú? Gamla fólkið, eða sérst fólkið í gamla dag? Ég held að sé bara öðruvísi. Ég líka. En það er líka bara minna entertainment, það er það er bóta ekki skemmtilegra. Það verður að vera kona á þessum tíma, skilur þú? Já, ég reyndar að hugsa að ég færi tilbaka bara sem... Kall, já ok. Það er strax orðið, ef við horfum á það... 50% skála. Ef við horfum ekki á það í samhengi við hvað okkur finnst í dag, þá er töluvert betra að vera kall og fara í jakkafötum aftur til 1920. Ég kaupa og með eitthvað, þú veist, hatt í staðin fyrir, þú veist, kapp, skilur þú? Ég held samt að líka, þú þurfur líka að vera með money, skilur þú? Það má ekki gleyma að voru líka bara fordómar gegn hversu erfitt er að, þú veist, ef ég myndi fara að vera í sólaning, þá myndi ég bara skema lið. Já, herru, ertu ekki búin að heyra þetta hér? Þú veist, við erum að koma einhverju geggjar hugmyndir. Fyrstulega myndi maður bara ávísun að skema alla. Já, alltaf bara ávísun, maður myndi bara taka checkbook af okkur og maður skrifa bara 1 milljón krónur. Já, sem var eins og... Væri trilljón krónur. Já, auðvitað finnst mér þetta heillandi og mér finnst gaman. Það sem að mér fannst
Já, bók sem heitir, þú veist, úr Sveitiborg. Það er svona þróun Reykjavíkur og þetta er beautiful. Það er áhugavert. Hún er áhugaverð. Þetta er beautiful að meðan Reykjavík er sveit og er svona að byrja að verða að borgin sem það er, skilurðu? En síðan kemur tímabil, ætla sé ekki svona 70, 80, þar sem að þetta breytist í allt og mikið Malbik og bílaborg, skilurðu? Það sem er komið bara, Ingólfstorg til dæmis var bara bílastæði, skilurðu? Og það voru bara bílastæði allstar og það var ekki pláss fyrir fólk lengur. Og núna er það að breytast aftur, ég held að það sé að gerast. Þú sér að miðbærinn er allavega smá saman að breytast til hins góða að mínumati, það verður að breyta Laugaveginu með göngugötu, það er bara verið að gera þetta, hvað segi ég, vætna fyrir fólk, skilurðu? Ég dýrka, mér finnst það ótrúlega sorglegt að horfa á einhverju götu og 10% að ég er áætlað til að labba, nema sé Miklubrautin eða eitthvað, ég ætla ekki að kortið því, fólk má alveg keyra fokkin Miklubrautin. Nema sé Miklubrautin, við þurfum að vera með þannig líka. Já, það er samt búið að sanna sig líka að sama hversu margar akreinar og setur, það lagar ekki bílavanda. Já, þú veist, hvað staðurinn er þetta? Horfðu bara borgir eins og LA eða San Francisco, það sem alltaf verið að bæta við bara lane eftir lane eftir lane, en það er... Já, en horfðu líka á mannsfjöldana það. LA, ég held að LA sé ekkert eitthvað það stór, sko. Þó að Kalifornía sé hjút, skilur mig. Ég held að þetta sé, þú veist, ef þú myndir setja bara 8 akreinar alls þar á Íslandi. Já, vandamáli er samt, þá verður allir bara með sína eigin mér finnst við eigum svona að horfa í þetta, ég veit ekki hvort þú deilin skoðun á þessu ekki, ég er ekki á móti einkabílnum, trúðu mér, ég er ekki þar, en ég er samt, nei, auðvitað er ég, veist, ég held ég taki báðar hliðar málsins, ég bæði samtökur í að fólk eigi að fá að vera sínum einkabíl áfram, en mér finnst við eigum samt að fara að hagraða þessu og mér finnst að fólk eigi að gera meiri í því að vera saman í bíl og það ætti að búið til svona carpool lanes, skilur, þar sem að já, okay. þeir sem eru, ef það eru fleiri en 3 í bíl, þá getur þú notað X akrein, af því það er hvatning fyrir fólk að vera ekki að keyra eitt í bílunum og mér finnst að auðvitað ekki vera neina reglur með það, því á móti forræðishyggjunni þegar það er eitthvað svona, þú mátt ekki gera þetta og mér finnst að fólk eigi að gera sem dálítið upp í sjálft sig, þurfa allir í fjölskyldunum minna að vera á bíl, eða getum við vera á 2 bílum, skilur við, þurfum við að vera á 5 bílum. Ég fatta það alveg, sko, en... Og síðan finnst mér bara vanta, og hei, ég er ekki að sjá bókaldið, þannig að don't fucking at me on this, en mér finnst bara vanta lest, mér finnst vanta bara underground, mér finnst vanta borgarlínu, mér finnst vanta hjólastíga, mér finnst vanta bara allt. Hvað er borgarlína? Það er basically bara strætó sem að gengur í svona sem fer í gegnum borgina, þannig að hendi sem flestum að nota þá strætóleið og gerð sér strætóleið akrein fyrir það og hún kemur bara á hvort það hefur 10 mínútur fresti eða 20 mínútur fresti eða eitthvað og hún er bara konstant að ganga og þetta er bara svona gengur smurt fyrir sig. Hvað finnst þér sko? Málega er að þetta er ógeðslega skrítið. Mér finnst það snillt og það er svona í Kaupmannahöfn til dæmis. Já, ég notaði mikið. Mér finnst ekkert mál að gera þetta í Kaupmannahöfn. Mér finnst bara eitthvað, ég hata að taka strætó á Íslandi. En þetta er samt, sko, vandamálið er þessi hugsun og ef við ætlum alltaf að hugsa svona og ekki að eiga neina þróun í þessum málum og það er enginn að fucking neyða þig til að taka strætó. Við erum bara að segja að við þurfum að Þú semja því? Nei, alls ekki. En ég er samt að hvetja, ég er að hvetja þig og aðra sem... Veitir svo atkvæða mitt? Ég skal alveg kjósa það með þér, skilur við, en ég er ekki að fara, ég mun kannski nýta mér þeir og fyllir í eða eitthvað. En þú veist, það er enginn að tala um að taka, ég til dæmis persónulega þarf að vera á bíl. Ég á barn sem býr á Akranesi, skilur og ég þarf að skuttla sko, ég þarf að skuttla í Vesturbæ, ég þarf að skuttla í 108 og við erum á einum bíl, skilur og konan í vinnuna og síðan ég hingað, skilur upp í fucking raskat upp í sveit. Ekki segja hvað þetta er svona? Nei, ég ætla ekki að segja hvað þetta er. En þú veist, ég veit ekki, ég er allavega talsmaður Ég er talsmaður alls svona hluta en ég hef ekki lausnið á þeim. Ég voru ekki eitthvað að spája að gera lestakerfi hérna og bá Keflavík og Völl og eitthvað. Ég bara... Hei gaurar, þetta eru 40 mínútur. Þetta er ekki eins og úti þegar það bara bókstaflega þarfar að lest annars bara
En þetta er samt, sko, það mjög, Reykjavík mjög dreifbíl, þannig að við erum mjög dreifðum höfuðborgarsvæðið og þetta er ekki eins og við séum á einhverjum einum punkti, þannig að það er alveg gott líka, það væri gott að vera með samgöngur hann á milli. Og það má ekki gleyma samgöngur. Já, þær eru bara fucking crap. Ég held að það sé... Já, það vantar bara að gauta í þetta ráð þarna. Nei, bara, 100% eitthvað annað lið en mig, skilur við? Nei, en ég líka, má ekki gleyma, ég er líka Vesturbæjar snobbaður. Ég bý bara þar í minni fucking búblu sem eru hænur og fólk er bara að hjóla og... Já, og svo ferðu bara til Akranesa bara hvað einu sinni viku eða tvisvar viku eða eitthvað. Já, við erum lokað augun. Þetta er mjög fyndið, sko. Við fórum samt úr Einu í annað. Já, við vorum að tala um kirkjur. Já, hvað er með það? Við vorum bara að tala um kirkjur yfir höfuð. Varst þú með... Hvenær ferðu þið í kirkjur? Ég fór síðast í kirkju, Þorláksmessu, örugglega 2007, eða eitthvað. Já, engin dag síðan. Já, þú meinar, ertu að tella jarðarför með líka? Er það ekki þannig að ég fer bara... Nei. Það með langar fyrir kirkju? Nei. Nei, þá var eitthvað nýra, sko. Og ég bara, með trúabröð, sko, ég horfi alltaf öðruvísa á þau, þau bögga mig ekki jafn mikið og þau gerðu fyrir nokkrum árum. Bögga mig ekki neitt, sko. Nei, þau bögga mig ekki neitt. Ég bara fíla þessu. Ég get alltaf sagt enn, að því að, með svona skipuleg trúabröð eins og kirkjan vera... Já, þetta er bara svo, ég hata ekki peninga, en ég veit að þú veist, sorry, trúabröð versus trú. Ég hef ekkert á móti trú. Mér finnst trúabröð alltaf aðeins svona meira... En trúabröð bara ekki að praktisa your religion, skilur þú? Nei, trúabröð er allavega eins og ég er að infrastructure í kringum þetta. Já, það sem ég er að horfa á. Trúabröð er sem í kirkjan. Já, ef við horfum á þannig, ég er að horfa á stofnunina kirkjuna, stofnunina þetta, skilur bla, og mér finnst það alltaf vera grilladæmi, og mér finnst alltaf grillað að einhver, mér finnst trúabröð, eða trú vera falleg í því formi þegar fólk segir, ég trúa þetta, en þú mátt trúa hvað sem er, skilur, en leiðust var hann að segja, mitt er rétt, þitt er rangt, þá máttu fokka þér. Já, ég sammála. Og ég man eftir þessu úr bara grunnskóla, þegar við vorum í kristinfræði og vorum í fermingafræðslu og presturum var svona, já, þú veist, það er okkar trú og síðan er öll hana hoogie-boogie trúin. Marlega, já. Þú veist, þetta er svo fucking stúpid. En manstu þegar þú varst í fermingafræðslu, manstu þessu? Já, já. Veist, ímyndar að vera gæinn hana. Þú veist, því að hann er bara að segja okkur á Lord of the Rings sögur. Þetta var bull. Og við bara rétt upp hönd. En þetta meikar ekki sens. Þú veist, ímyndað þú veist, er ekki hægt að fara yfir þessi trúabröð og ég fatt alveg þessar sögur, mér finnst alveg cool sögur, ég til dæmis elska Örkina Snóa, mér finnst það geggju saga, finnst þetta ekki cool saga það sé koma heimsendir og það er bara einhver einn gæi sem ætlar að sjá til þess að það er fullt af dæmisögum flottar úr biblíunni og fullt af boðskap sem er fallegur. Já, en þetta er svo mikið fantasy að það þarf að kynna þetta bara sem að því að ef þú trúir því í alvörun talað ef þú trúir því í alvörun talað að allar sögurnar sem eru dæmisögur og skáldskapur í biblíunni séu sannar, þá ertu heimsk manneskja. Þá ertu bara fucking heimskingi. En ég er alltaf að tala í fermingafræðslu og voru við náttúrulega, þú veist, ykkur töffara skeitarar eitthvað, hei, þetta gæti ekki gerst, og það var komið til okkar, jú, víst, skilur, það var verið að segja Lord of the Rings gerðist í alvörunni, basically. Já. En síðan er annað, ef að þú ert að praktísa kirkjuna og þú dregur lærdóm úr dæmisögum sem eru til staðar. I respect that, skilur. I respect it too. En ég respect ekki að þú sért bara, þetta gerist, svona var það, Adam tók úr sér, ég er prestur, eitthvað. Ég er ríkur prestur, hvað finnst þér ríka presta? Mér finnst það allir mega að vera ríkir, sko. Nefnum prestar, það ekki. Hvað finnst þér að gefa allt upp? Nei, ég vil gefa allt upp, en ekki gefa allt upp. Já, þeir eru að gefa allt upp, ekki vinna svo. Ég er að tala þið finnst þið svo, að fyrir mér eru prestar ekki heilaðir, neitt. Nei, mér finnst bara eins og... Frábæri prestar og síðan piece of shit prestar. Já, ég meina, þú veist, og ég hef alveg, í sjálfu sér, upplifa press sem var bara, mér varst bara frábæður, skilur Já. Og mér finnst hann alveg eiga salt í grautin, en mér finnst samt eitthvað
mér finnst það að þetta eru aðra forsendur, þetta eru kannski meira fríðindum en minna cold hard cash. Ekki, grunnlegin presta bara 800 og skallið eitthvað, ekki eitthvað svona bullshit? Ég held að... Þú flettið upp, eða? Nei, við viljum ekki frekar ímynda okkur, þetta sé ekki eitthvað mikið já, og tala þetta á þeim forsendum. Já, veri ekki að... Ég held að þetta sé 1200 skallið eitthvað, bara svona þegar hún vinn í 5 ár. Bara alþingislaun. Ég held það líka, sko. Hei, ekki tjekka því. Þú þurfum ekki vera með á reynu. Nei. Ég held að það sé svona 1,2 á mánu. Ef mamma henni prestur, don't at us. En hvernig verður þú launahækkun? Hver er yfirmaðurinn í kirkjunni? Er það bara... Og þú, veistu hvað þú gerir? Þú er bara, bara ég var að tala eitthvað hann sagði bara, já maður hann sagði bara, ég var að fá bíl, ég var að fá 2 milljónir á mánuði. Já, þetta er ógeðslega að finna yfirmaður eins og Guð. Ég held að það sé samt biskupinn biskupinn, auðvitað biskupinn en það segja maður hvað biskup er. Ég bara ætla ekki að fara í það, skilur það tengilegurinn í Guð. Er það ráturinn fyrir prestina? Mér finnst bara svo leiðilegt við kirkju að því að ég held að trú bara hugleiðsla og bara innri vitund og trú gerir ógeðslega mikið fyrir þig. Getur gert alveg og þú veist, og fólk sé þú veist að biðja fyrir, minnst þetta heimsk bæn til dæmis, Guð, mér vantar nýjan bíl, eitthvað, hvað til í, það er ekki málið. Hvað með gáabæn? Bara vera þakklátur til dæmis. Þú veist bara að tala að ég til næst tók ég er bara í núvitund, skilur Ertu þá að segja hvort þakklátur fyrir áðan fyrir að sofa? Ég gera það með börnunum minnum. Hvað finnst þér þessu moment? Finnst það ekki geggjað það? Jú, ég held að bæn og trú og allur þessi pakki hafi bara miskilist on the way, skilur ég held að þetta hafi, í grunninn sé þetta allt beautiful og fallegt en einhver staðar hafi einhver byrjað að gera vitleysu og það hafi þróað með sér meiri vitleysu og síðan hafi konseptið miskilist og ég held bara að humans got involved sko. Ég var bara með ofnæmi fyrir orðinu Guð fyrir mjög stuttu og í dag er ég ekkert eitthvað ég trú á Guð en ég samt bara sýni í respekt. En hefurðu heyrt í ég er örugglega að fara að búta sér þetta en ég horf á 60 Minutes þátt fyrir mjög mörgum árum. Og viðtalið Guð? Nei, það var bestli viðtal við gæja sem var að segja að orðið Guð merkir hvort hann hafi sagt ljósið það merkir ekki eitthvað kall á heimnum. En það er málið. Ég horf á þetta svona ef ég þyrfti ef einhver neyðir mig til að skilgreina hvað Guð er þá tengist það ekki neinu en það málið það er búið að afbaka þetta orð og tengja það svo harkalega við hvíta kallinn með skeggið á himnum fyrir okkur sko. Það er bara búið að því sko. Þannig að ég veit það ekki maður ekki það, ég hef enga spes skoðun á þessu þannig sé sko. En þú hefur séð þessa mynd en skráðu eitthvað samt í þjóðkirkjunni ég þar já, ég er alltaf á leiðinni the ultimate, þannig erum við með en nú er svona kenningur að þetta sé heili og þú ert þinn eigin Guð, skilur mig, og það er allir Guður. Ok, en veistu hvað vandamáli við þessa myndir? Að það er þarna hvítur massaður Adam. Er þetta ekki Adam? Jú, Adam. Já. Þetta er Adam og síðan er Guð, þannig að hvítur eldri kall vafin einhverjum hvítum litlum perrum sem eru englanir. Það eru hugsanir hans. Það er mismunandi bara partar af þetta er rosalega flott mynd en hún er viðbjör. Er það fyrir ég sko að Leonardo da Vinci gott og svo er þetta Michelangelo mynd veit ekki neitt en bara hans er hvítur og Guð hvítur var ekki Michelangelo hvítur gæi? Jú en málið er það er búið að taka stór partur af rasísku hugafari hvítra rasista kom út frá þessu svona dóti. Já kom út frá því að Jesús er hvítur og við erum æðri og svona hvíti kynstofnin æðri bla bla bla. En heldur til dæmis eins og listamaðurinn þarna, eins og Michelangelo, heldur að hann hafi eitthvað verið að hugsa þetta eða hann... Nei, en hann bara inn í sinni vesturbæða búblu, skilur. Ég held að margir sem sýnir rasíska hegðun séu átt sér ekkert á því og það sé ekkert eitthvað illt
tendence, skilurðu? Og ég held að leiði bara af sér og hann gerir þetta málverk, einhver gerir eitthvað annað og einhver gerir eitthvað annað og saman komin einhver hugmyndafræði, skilurðu? Eigum við að fara pínu að hóla nýsa? Ég veit ekki hvað það sko, málega, mér langar að koma inn á eitt að ég veit ekki, þú veist, það poppast upp svona vídeo á YouTube þar sem að vera að kenna manni hvernig maður á að tala við kynþátt Ok, ertu að tala bara tungumál að kennast það? Nei, það er það sem böggum og mér finnst í sjálf og sér þessi vídeo líka vera pínu svona rassísk sko. Þú veist, átt að tala öðruvísi við mann frá Asíu, skilur Getur þú tekið dæmi með það? Það er basically eitthvað dæmi það sem þau eru að segja í vídeónum Já hérna, bara til dæmis ef við tölum bara svart fólk að þá hérna var eitthvað svona ekki tala körfubolta eða hann á fyrrablaði eða eitthvað þú veist, að maður bara svona fuck this shit er þetta ekki en þú veist, ekki fara auðvitað bara en þú veist, síðan líka annað samt, ekki bara fara að assume svartu, ég held að ef það pælingin að þetta sé að vera að segja ekki vera ignorant piece of shit sem að assumar bara að svartugurinn elskir körfubolta en ég held að sé ekki það ég held að, mér finnst bara að þetta vídeo sé til og þetta sé að poppa upp hjá þar finnst mér ránt mér finnst það fokkin ránt því að mér finnst hvernig vídeo ætti að vera hvernig? Einsetning talaði bara við fólk eins og tala við fólk já, be respectful og ekki að tala við fólk eins og þú vilt þessi tala við þig því að, þú veist, ég er aldrei hrifin að taka eitthvað sérstaklega fram hérna, eitthvað, hvernig ég lít út þegar að vera að dressa mig nei mér finnst þetta svo skrítið því að mér finnst allt svona tal ég er náttúrulega, kannski, þú veist, núna fattar mig, veist, það er náttúrulega mér finnst kynþætti að vera geðveitt mikið umræði núna já sumt á bara geggjum fórstundum en annað á svolítið absúrd þú veist pirrar þig að heyra hvítu miðaldra kallmaður ég er ekki alveg komið þangað að pirri með eitthvað en mér finnst þetta alveg bara okkur er ekki bara miðaldra kallmaður og okkur er ekki að keyra á þessu konsepti ekki hvít svart, skilurðu að keyra á mér á konseptinu að við séum bara en eins og í þessu tilfelli sem við vorum að tala guðmyndina þá þurfti ég að útskýra að hann var hvítur til að make my point allavega nákvæmlega við erum líka, þetta er líka podcastáttur skilur að fólk er ekki endilega að sjá þar sem við tala þannig ég skil það alveg en ég held þú veit samt alveg hvað ég er að tala ég er alveg sammálaður, mér finnst stundum svona það er til eitthvað sem heitir opposite racism sem er basically racism já, en þetta bugga mig ekki ég held það er hitaumræði í gangi það er verið að uppræta alls konar ógeð skilur, það er alls konar ógeð og ég held að við þurfum bara smá syndaflóð já, þetta er svona collateral damage bara já, og ég held að við verðum eins og ef við tökum aðeins MeToo til dæmis ég held að sé meira jákvætt en neikvætt en ég held að sé líka að hluta til eitthvað neikvætt sem gerist og einhverjir lendundi valtara á einhvers konar hátt en ég held bara að fyrir okkur sem heild þurfum bara stundum jákvætt og slæmt að gerast svo við getum átt á okkur á því hvar miðjan er svo við getum haldið áfram, skilur við? Já, ég er 100% samanlega ef ég hef ekki séð þessi vídeo að þá ætti ég mér erfitt með að sjá þú veist, þessa miðju sem þú ert að tala þú veist, en það sem ég fyrst og fremst að bögga mig yfir er að tala ekki, að dressa ekki eitthvað er ekki það sama og að hundsa það Nei, ég er sammála, já. Þú veist, ég vil ekki koma í ykkur stellingar. Þú veist, því að... Mér finnst fáralegt að krefja fólk svara. Þú veist, ertu að tala um það? Já. Þetta er svona, eins og ef það er eitthvað málefni í gangi. En af hverju að gera ráð fyrir því að þú verður að hafa ég tali öðruvísi við öðruvísi fólk. En það er enginn að gera ráð fyrir það, bara einhvers konar auglýsinga algoritmi eða eitthvað sem fór hann inn og það er smá í þínum höndum að taka þessu ekki persónulega heldur, sko. Ég tekið svo sem ekki persónulega, en það sem ég meira hugsa er þetta ekki meira slæmt fyrir baráttuna heldur en gott? Það er kannski það sem ég er að hugsa út af því að það er fólk að reyna að, þú veist, reyna að gera gott, að reyna að útrýma racism, skilur við, sem er bara geggjað, en ég veit hvað við tala opposite racism finnst mér líka vera racism, skilur, að
að vera að flokka okkur svona upp. Þú átt að tala svona við hvítt fólk, þú átt að tala svona við svart fólk, þú átt að tala svona. En ég samt, veistu hvað, mér finnst líka grillað að og að þykist vera blindur á okkur svona dót, eins og segjum að það eru svartagaur og hvítagaur og einn asískur frammi og ég eitthvað svona og ég að lýsa í hver Jonni Já. Ég eitthvað, æjana og þeir eru eiginlega allir eins, skilur sama hæð, suma hár suma fötum og ég eitthvað Jonni hann aðeins minni en Galli. Já, þetta hann er þetta er svo mikið kjaftæði. Mér finnst alltaf að segja bara hann er svartigurinn. Já. Ég held að sé engin, þú veist, ég held að það sé meira eitthvað sem við erum að búa til að já, ég held að það sé eitthvað svona, eitthvað sem sé ekki til staðar að fólk veri pirrað af því maður adressi einhvern frá að þessi sé frá þessu landi eða þessi svartur eða hvítur eða... Nei, þú veist, það er náttúrulega bara að geða eitthvað svona ólga sem að ekki ólga í samfélaginu. Jú. Lélur íslensku. En má ég sann segja eitt annað. Síðan er annað. Og það er svona rasismi sem er falinn, það er enginn að reyna félan, en hann birtingamynd þess er til dæmis að kona mín lendir í því að fólk tala við hana ensku. Og hún tala reibrandi. Já, en alltaf, fer það í töðun á henni, Já, það gerir það. Já, að fólki segi ekki allavega góðan daginn og þá þurftu hún að segja, nei, getur þú sagt á ensku? En minnst þú eigir ekki bara, þú átt ekki að ákveða bara að því að einhver er ekki nákvæmlega eins og þú, að þá geta hann ekki verið Íslendingur. Nei, ég meni, ég til dæmis passa mig á þessu. Já. Fyrir ég álíkta frekar að fólk tala íslensku heldur en ensku. Þess við erum á Íslandi. Já, það er sem ég að segja. Það er bara miklu meiri líkur á því að þú talir íslensku heldur en ekki. Nema að sjá bara eitthvað með kort sem er að fjúka og hór í einhverjum appisínugulum neon jakka í skeifunni og er eitthvað... Ég kem samt, get ég aðstofað eitthvað? Já. Skilurðu, út af því að... Væri vantilega að þú væri eitthvað... can I help you? Og bara, afsaki, ég er bara hérna að reyna að skoða kortið. En ég lendi í þessu í gær, ég er ekki að djóka, bara þetta var reyðastuð fyrir mig núna. Ég var að keyra heim í gærkvöldi og sé ég er á ljósum og þá heyri allt hérna bara eitthvað svona turn on the lights, turn on the... Og ég hvað? Þú veist, var að hlusta á lagið þitt. Já. Segja það. Og ég opna gluggann og það var eitthvað gæi við hliðina á mér og... Helt hann að þú erir... Já, þú veist, hann bara, hey, turn on the lights. Ég ha? Já, þú kveikir ljósunum. Já, takk maður. Hey, líka... hvernig afhverju ég svo klikkaði með þetta ánægði hvernig þú seifaði þessu hvernig ég seifaði þetta ég var búin að gleyma hvað ég ætlaði að tala þú var að segja turn on the light já, ég ætlaði að koma inn á hvað fyrir taugun á mér þegar fólk sem var hann í mafíinu turn on the light nei, það var bara einhver ekki mafjósi en það var afhverju fyrir taugun á mér svona dæmi, eitthvað gæi hann bara went out of his way til þess að ég myndi kveikja og ljósa á bílum hei, gaur pældi ykkur öðru, please já og tjekka þessu líka en var dagur? var þurftur ljós? Það hendur alveg betur narratífinu mínu að þessi dagur það var kvöld og það var dimmt og þú hefði getað keyrt á barn í hvaða barna á þau að fara að sofa en allavega, ég er að nei, ok fattar, en ég skal koma með betra dæmi þegar ég er að þetta barn átti ekki að vera hana já, það er að fara að sofa ég vil bara geta keyrt með slögt á ljósunum nei, þú veist, leið mér að fatta þetta en það er allavega, ég skýr alveg hans dæmi ég er ekki pirróð í hann, en ég er samt pirróð í fólk þegar ég er að fara að labba yfir gangbraut og ég er svolítið langt frá gangbrautinni en fólki ákveður samt að bíða eftir til þess að vera næs að hleypa mér yfir fattar mig? Við segðum aftur, þú ert að fara að labba, ok? Já. Ok, bara ég elska lífið okay. Ég er að labba yfir gangbraut en það eru kannski svona 15 metrar að ég komist á gangbrautina en bíllinn er basically mættur á gangbrautuna þannig að minn hugsun áttur hey, kreatum smá flæði hérna ég ger þetta samt óvart og núna allt í nú, það er eitthvað gæi að bíða eftir mér
Keyrðu bara yfir gangbrautina. Já, ég alveg samanlega. Sko, ef maður sér að maður sé 100% safe, þetta er svo, ef þú ert að koma á gatnamótum og þú ert ekki rétti, en þú sérð alveg að það er alltaf langt í næsta bíl. Go for it, maður. Haldu flæðinu. Veistu hvað, ég hata hvað fólk gerir í umferðinni, alltaf. Og þú voru að lýsa hvað ég er að gera. Já, ég hata. Já, segja hvað með höndunum. Já, þegar fólk lyftir, ég held ég fari ekki út í umferðina án þess að fólk, ég sjá eitthvað gera þetta við einhvern. Af því að fólk getur ekki, hann vill ekki fara á flautuna og þannig að lyftir báðum höndum og sleppi stýrinu og segir, hvað? Jó! Hvað? Nei, þú veist, þú ert náttúrulega sækó í bílnum. Ég er ekki sækó í bílnum. Bara hlusta á þættina hérna, Gauti, rifja það upp. Já. Þú hefur verið að berja á rúður og eitthvað. Allt bara eitthvað svona, hvað er að fara að gera þetta eftir? Nei, en, þú veist, ég þoli ekki svona ofkurteisa bílstjóra, til dæmis, og líka þegar fólk er á vinstra og hægra akrein og keyra hlið við hlið og ég get ekki farið fram úr þeim. Já, það er fárlegt. Það ætti að vera ólegt, það ætti að vera fangelsisdómur. Og mér finnst líka að það ætti að vera mismunandi hámarkshraði á vinstri og hægra akrein. Það er óskrifað. Það er alveg svona. Já, þetta er óskrifað. Höfum bara skrifað og það er fólk er ekki að fatta hluti. Þetta er auðvitað, ef við þyrftum að fara í kjarnan á öllu sem fyrir töðunum þá er þetta að fólk er ekki að fatta basic hluti. En finnst það samt, ok, má ég segja eitt? Segjum að þessu 2 manneskju, það er 80 km hámarkshraði og báðar manneskjarnar eru á 80. Hægða á þér hægra akrein. Hægra akrein? Já, hægra akrein á að fara hægar. En eru báðar á hámarkshraða? Já, en af hverju hægri eru þetta bestu mögulegu aðstæður í heimi? En hvað gerist ef hægri hægir á sér og þú ert bak við vinstri þið langar að fara fram úr en hún er að hámarkshraða? Það er alltaf leið að nota hægra akreina í tímabundin tíma til að svona til að synga sér fram úr en ég er ekki að djóka, ég tala mjög mikið við sjálfum. Hvernig? Bara ég hneykslast á hlutum. Nei, ég er bara hneykslast á hlutum. Já. Og stundum var það sjálf á mig. Mér finnst þú vera búin að bæta í þessu. Mér finnst þú vera miklu umburðarlyndari en þú varst einu sinni. Það er bara hún í outside. Ég get lofaði því, sko. Burlar inn í mér alveg. Ég er svo mikið af svona litlum hlutum. Ég mæli með því að þú vinnir ekki í þeim af því að þeir gleðja mig. Það gleður mig að bara gufa og ristabrauði getur farið í töðunar á einhverjum og það gleður mig að Var ég búin að segja frá kringludæminu? Nei, please segja mig frá kringludæminu. Hefur verið að rölta í kringluna og ekki mikið að gera og manneskjan fyrir fram að þig ákveður allt í einu, hún er ekki í kringlunum lengur og ákveður bara að stoppa og chilla. Maður er í alvöru tala. Veist, hver heldur þú sért? Það eru bekkir þarna, ef þú þarft að chilla eitthvað, sest á fucking bekkin. Ertu að tala um að það má ekki standa kjur? Ertu að tala um að það má bara ekki standa kjur í kringlunni? Jú, þegar ekki... Hvar má ég standa kjur í kringlunni? Hjá klósitunum. Ok. Þú ferð inn á eitthvað svona gang. En upp við handriðin? Mér finnst það slæta. Má ég horfa niður og standa kjur? Já. Okay. Það er alltaf lagi. En á miðjum gangi þegar ég er ekki að tala um bara kringla núna, 30 manns inni, ég er að tala um bara jólunum, bila að gera og þú ákveður, býta aðeins, ég ætla að svara einhvern skilabóm á miðjum. Ég sammálaðir, þetta er eins og þetta að labba Laugaveginn og það ákveða 3 í 1 að labba hlið hægt. Já, og líka, pælda eins í þessu, þarf ég alveg að skrifa þetta niður hann að fólk fatti að þetta hendar ekki öllum í kringum á, skilur. Já. Þetta er svo mikið. Og pældi að fólk segir mig, vá, chillaði bara, gaur, vá, lakaði á. En hvar endar þetta? Hvar segir það? Ég þarna anger management meðferðinni stjórn í. Nei, bara fólk í kringum er Nei, það eru þessi hlutir, líka þegar fólk þeir að fara að geta margir saman í bíó. Maður er bara svona, hvað er það að fara að gera? Það ætlaði að tala saman á meðan myndin er. Þannig að það eru svona nokkur hlutir sem gera mig gjörsamlega gráhæran, sko. Oh my god. Herðu, ég þarf að laga eitt. Hvað? Það er... hvað sagði ég, lagið? Já, ég var sérst að gefa út Já, pluggaði lagið og call it a day. Já maður, ég verði eiginlega að gera af því að ég var bókstaflega að gefa út lag bara fyrir
Hefur að spila í lókina? Já, ég var alveg til í það. Þetta satt lag sem að ég gerði með Helga Sæmundi úr hljómsveitinni Úlfur og það kom út í gær þegar þessi þáttur kemur út en ég þarf að breyta, ég var að sjá ég var eitthvað kredita fólk vitlaust og eitthvað í vídeónu, þannig ég þarf að breyta því Já, ég ekki að spila vídeó Jó, spila bara vídeó Ég held að það sé bara beautiful lokapunktur við allt sem ég skrifaði niður við erum ekki búin að fara yfir það þannig að við verðum bara að taka næsta þetta Og þú komst inn bara eitthvað og ég glemdi líka drullu skýrtuna Alveg rétt, við tökum næsta þetta spilaði fyrir okkur lagið, podcastalinn þið veitir hvað ég að gera, fylgja okkur alls það What the fuck Þú vilja fíla hérna MC-EHF logo Ég vakna til dvala, gispa á þurrka og með stýrurnar Ég þekki ekki hindranir, nei þú þarf bara að klífa þær En nú ég komin langt Sorry Guði, við erum að byrja på nýtt Og það ég Við erum að byrja på nýtt Það hérna, þetta líka fyrir það sem að horfa Ég glemdi að setja vídeo í mynd Þannig að þetta líka cool, þetta guttsett lag Helgi að gera bítið það? Nefnum þetta spilta Tölum þetta í næsta þetta Ég vakna til dvala, gispa á þurrka og með stýrurnar Ég þekki ekki hindranir, nei þú þarf bara að klífa þær En nú ég komin langt á leið Ég þekki ekki leiðin aftur ein Ég hugsa að snúa við en það allt seint Keyri eftir bótt, keyri kúsa Keyri blindandi milli húsa Keyri mig í gang fyrir úthald Keyri aftur hratt, keyri útaf Stóri strákar forvitnast og vitast út af leið Mig langar heim, mig langar heim Öskra upp í loft, hvað ertu núna? 1000 ár síðan ég misti trúna Ég man ekki neitt, bara búta Ég það eina sem ég á eftir að stúta Stóri strákar forvitnast og vitast út af leið Mig langar heim, mig langar heim Ég vakna til dvala, gispa á þurrka og með stýrurnar Ég þekki ekki hindranir, nei þú Ég elska Hvað er það bara ekki